Nú ætlum við að skoða myndbyggingu, hvernig við stillum ramman af þegar við tökum ljósmyndir. Það eru til nokkrar reglur í ljósmyndun hvernig maður rammar myndina inn þegar maður tekur myndir. Flestar þessar reglur eru þannig að það má brjóta þær. Það er í raun bara ein regla sem má ekki brjóta og það er að passa að hafa það sem maður vill hafa inn í rammanum sé í rammanum og það sem maður vill að sé ekki þar, að það sé ekki þar. Það sé ekki eitthvað að kíkja inn á myndina sem að skemmir hana eða að það vantar eitthvað pínu af því sem maður er að taka mynd af. Hér er mynd af vatnstangi. Þessi mynd er tekin á Hólmavík og þessi mynd er tekin svolítið eins og mjög margir takamyndir. Vatnstangurinn er bara í miðjunni og umhverfið í kring. Þetta er ágætisljósmynd en við skulum sjá hvað gerist ef að við breytum mynduppbygginguna aðeins. En áður en ég sýni ykkur það, þá ætla ég að sýna ykkur hvernig ein regla virkar. Þetta er kallað rule of thirds á ensku, eða svona þriðjungaregla. Þá skiptum við skjánum upp með í þrjá parta, bæði lóðrétt og lárétt, og við reynum að hafa eitthvað sem vekur áhuga, annarkvort á þessum línum eða helst hérna þar sem það skerast. Hérna sjáum við þessar línur yfir þessari mynd. Línurnar skera ekki neitt áhugavert í sjálfu sér. Sjóndeildarhringur er nokkurn veginn í miðjunni, tankurinn er í miðjunni. Þessi mynd er, eins og ég sagði, hún er ekki að gera neitt voða mikið fyrir mann. Leið og við færum tankinn til hliðar, þá batnar myndin verulega. Þið sjáðu, tankurinn er á miðjunni, er á þessari línu hér, en sjóndeildarhringurinn er ennþá á miðjunni. Þetta er ágætismynd. En við getum fært hann til í hina áttina líka. Það er oft bara smekksatriði hvort virkar betur í þessu. En hér sjáu að ég brýt upphafluregluna sem ég má ekki brjóta og það er raun eyðileggur þessa mynd að það er ljósastaurinn sem kíkir hérna inn. Hann á alls ekki að verða. Það er stundum hægt að eyða svona hlutum í eftirvinnslu en maður vill helst ekki þurfa að grípa til svoleiðis ráða. Hér erum við komið með sjóndeildarhringinn niður en tankinn aftur í miðjuna. Þessi mynd er ekki að gera of mikið heldur. Þið sjáu tankur er skerið þessa línu hérna. Sjóndeildarhringurinn er aðeins og neðarlega hjá mér. En hvað ef að sjóndeildarhringurinn er hérna á þriðjungalínunni og tankurinn líka, sjáðu. Þetta er í raun svona áhugaverðasta myndi sem við höfum séð. Hér erum við líka með lúpínurnar í forgrunni. Tankurinn myndar nokkurs konar miðgrunn og himinninn bakgrunn. Það er mjög gott ef maður getur verið með forgrunn, miðgrunn og bakgrunn í einni og sömu myndin. Það gefur henni dýpt. Sama hér. Hér eru lúpínur fremst, tankurinn og himinninn. Og þið séu hérna er þetta allt saman eins og þetta á að vera. Hér er upphaflega myndin. Hvort það er betra að vera með tankinn uppi, meira af lúpínum og minna af himni, hægra megin eða vinstra megin. Hérna sjáu þið tvær útfærslur. Það er smekksatriði. Fer svolítið eftir aðstæðum og maður verður bara að horfa í gegnum myndavélina og skjáin eða í gegnum myndavélina hvort virkar. Og ef maður er ekki alveg viss, þá tekur maður bara báðar myndirnar. Þessu tilfelli væri það í raun 4 myndir með tankinn hérna megin, svo hérna megin og svo hérna megin. Og hver þeirra virkar best er bara mismunandi eftir aðstæðum hverju sinni. En það er allavega alveg augljóst að báðar þessar myndir eru mun betri heldur en þessu upphaflega.